Árni, nú Dalvíkurbyggð komið með nýtt kerfi í skráningu hjá íþróttastarfsemi og félagsstarfsemi. Hvernig lýsir það sér? Já, það lýsir nú þannig að við erum að reyna að fá svona auka þjónustuna við íbúa sveitarfélagsins með því að ná þessu saman á öllu á eitt stað, þannig að aðgengi sé betra fyrir börn og foreldra þeirra og að það sé nóg fyrir að slá inn í raun kennitölu barnsins til þess að finna út hvað í boði fyrir barnið og þarna sé alltaf birtast, alveg saman hvort það sé gjaldskylt eða gjaldfrjálst. Þannig að við erum ekkert svona að festa okkur í það að ætla bara að sjá það sem er verið að rukka fyrir og þar fær það barnið yfirsýn yfir alla deildir, í raun, hvort sem það er fótbolti, karfa, nú ekki blakinn, en björgunarsveitin er þarna inni. Við erum líka, tókum íþróttamiðstöðina með þannig að fólk á öllum aldri getur keypt sér þar svona tímabilakort fyrir íþróttamiðstöðina. Við köllum kerfið okkur æskurækt með stóru R og þetta hófst fyrir 1,5 mánuði síðan, svona rétt rúmum. Og innleggingin er svona að við erum að koma öllum deildum inn núna, skíðafélagirnir kemur inn núna í desember og þá verður þetta bara komið á fullt skrið og verður bara gaman að sjá. Viðtökurnar hafa verið gríðarlega góðar og yfirsýnin yfir skráðar dómstundurslys er mjög góð. Þannig að þetta bara sýnir sér til nauðsynleg framþróun. Já, alveg klárlega held ég að við nýtum okkur þessa tölvutækni sem er alveg til í dag og kerfið er frekar svona, ég myndi segja frekar ódýrt sem við erum að notast við, kallað Nóri og mjög svona handhægt, sé nú ekki að sletta, að núna getum við keyrt út á hverjum tíma hversu mikill fjöldi barna er að skila sér í, við skoðum til þess brottfallshópinn sem er þá kannski 13 til 15 ára, að við sem erum að sjá hvar þau eru dett út, er það meira strákar eða meira stelpur og að við getum það reynt að bregðast við og þá skoða þróun og það er kannski svona mesti styrkurinn í kerfinu. Eins náttúrulega erum við að reyna átt á gráði hvar þarf mesta þyngdin í að vera við stuðning við félög. Sum félögin eru með stóra deildir og þurfa meira stuðning og þá erum við átt okkur kannski enn betur á því. Þó við höfum verið að taka gögn engu síður saman undanfarin ár en ég held að gefi ennþá betri mynd af og það er reynslan í öðrum félögum. Hvað heldur að segja svona margir, hvað mörg börn og margir unglingar sem þeir á eitthvað snærum? Í kerfinu, stærstu deildirnar eru kannski með svona fótboltinn og fimmleikarnar eru með rétt rúmlega 100 iðkendur svona sem að gerir nú, ég er nú ekki alveg klár á prósentölunni í því, en það er ótrúlega mikil þátttaka hjá öllum börnum í sveitarfélögunum í tómstundum. Og ég held í raun mun að aukast verulega við þetta og margir að stunda fleiri en eina grein. Þannig að tölunar er ekki alveg með hendi en sem sagt, ég meina virkir krakkar eru eflaust á bilinu, ég þori nú bara ekki að fara með, ég þurfti að fá að kíkja á það aðeins betur töluna yfir það, þannig að ég fann ekki að segja eitthvað óábyrgt. Nú erum við staddir í þessari glæsilegu byggingu sem þið Dalvíkingar hafið, þetta er stóra mikil íþróttamiðstöð, 30 ára gömul, þau lítur að hafa breytt miklu fyrir bæinn. Alveg klárlega, ég kom til starfa fyrir 2 ára síðan og þetta er náttúrulega glæsilegt mannvirki, alveg ótrúlega og ekki bara mannvirki, því hér blómstrar mjög öflugt svona. Ég segi að þetta er kannski félagsmiðstöð fyrir fólk frá vöggu til grafar og hér hefur maður tækifæri til að koma að rækta líkama og sál. Þegar maður ræktar sálina, þegar maður ræktar líkama þá ræktar maður sálina í leiðinni og það gerist kannski með til dæmis þegar mæta að við erum með til dæmis eldri borgaraleikumi og það er heldri borgaraleikumi sem við kjósum að kalla, ungt fólk á uppleið kalla þessu líka, að þau koma inn svona 15 til 20 saman 2 viku og við erum með skipulega tíma, svo mæta þetta sér á föstudögum, þar sem þau eru svona takast á við, svona styrkja líkamann, hitta hvort annað, spjalla saman og við búum til svona vettvang að öllum í raun bara líði vel, og finni sér svona tilgang, og ég veit að þetta hefur verið að slá í gegn bara, svona til dæmis. Við reynum að gera eitthvað úr kaffiaðstöðunni hjá okkur þannig að fólk finnist gott að koma og setjast niður. Þannig að krakkar eru á æfingum með eitthvað svoleiðis og þá annarkvort ferð í rektina eða þú ferð í sund á meðan krakkarnir eru á æfingum. Stutt í skólan? Stutt í skólan, stutt í öll hús í sveitarfélaginu fyrir utan þá sem eru, ekki öll hús í sveitarfélaginu en það er stutt í húsin á Dalvík, mjög stutt og en það langt inn í Árskóg og langt inn á Hauganes
og hérna fram í Skíðadal og fram í Svarfaðardal, það getur nú svolítið velhent en það stutt í öll húsin hérna í kring og það í raun auðvelt að ganginga og auðvelt fyrir krakkana að nýta sér aðstöðunum mjög mikið sko í rauninni og það góð nýting á húsinu. Skólinn hérna fullu allan fyrirpart dags og svo taka félögin við og þau eru fram á kvöld og blakararnir eru 2 í viku og það eru bumbuboltar og eitt og annað. Allt til alls. Já.